Sigurður Már Jónsson, blaðamaður með meiru og bókarhöfundur. Ég kveði hingað til samtals við mig á vinnustofu Kjarvals í tilefni þess að núna í júlímánuði þá tekur bókaklúbbur Spursmála fyrir eina af þínum bókum sem að kom út árið 2020, heitir Afnám haftanna, samningar aldarinnar. Og það ekki að tilefnislausu sem að ég valdi þessa bók fyrir klúbbina þessu sinni. Það eru þessa mundir 10 ár síðan að þessir miklu samningar náðust í höfn og þá þetta ástæða til þess að rifjast líka sögulega atburði upp, ekki satt? Jú, bara takk fyrir að muna eftir þessu, Stefán. Ég sjálfur var nú eiginlega búin að gleyma þessu 10 ára afmæli, þannig að bara það er gaman að því og ég held að það sé mjög áhugavert, ég veit ekki, það er eitthvað svolítið aðdraganda Vesturmannahelga núna, ég veit ekki, ég sé ekki fyrir mér að menn taki bókina mikið með sér í útilegu. Já, það skulum við ekki útiloka. Við vitum það ekki, það getur gott að lesa þetta bara inn í tjaldinu þegar rigningin bylur á tjaldinu. Já. Það er áhugavert að fá tækifæri til að ræða þessa bók og kannski, þetta var ekki að líta út eins og ég sé eitthvað sára svektur, en þegar bókin kom út, þá var ekki mikil umræða hana. Og að sömuleyti gat ég alveg vita það, blaðamanna bækur sem slíkar, við skrifum stundum svona fyrsta ágrip sögunar, þær eru oft svona, ég veit ekki hvort það er eitthvað í blaðamönnum, þeir vil ekki happa hvor öðrum, þeir vilja ekki gera eitthvað umræðefni. Það er mjög sterkt í blaðamanni þegar eitthvað kemur upp, þá segir já, ég var nú búin að heyra að þessu. Ég vissi þetta allt saman eða eitthvað slíkt, Þannig að þeir eru svolítið sérstakur þjóðflokkur hvað það var. Mér fannst það eins og er athyglisvert að til þess Ríkisútvarpið fjallaði aldrei þessa bók eða tilvíst hennar á nokkuð þá. Ekki einu orði. Ekki einu orði. Og það var reyndar þegar ég gaf út bók mína Icesave-samningana sem að báru nú titilinn Afleikur aldarinnar og það var nú örla á því núna aðeins á seinni árum að menn hafa verið að reyna að breyta sögunni aðeins sér í hag. Varðandi þá bók og að svo ég bara takið þetta dæmi áhugi Ríkisútvarpsins á svona fyrirbæri var engin og það snýst ekki endilega bókina heldur umræðefni líka það sem var gert þarna og það sem var ráðist í að gera og mikilvægi þess. Ég held að við sjáum það kannski enn betur í dag þegar við erum farin að sjá að skuldir ríkissjóðs eru aftur farnar að aukast. Við getum alveg farið að hafa áhyggjur af því hvað vaxtagreiðslur ríkissjóðs er að verða miklar og það sýnir á þessum tíma þá vorum við þegar þetta gerist þá vorum við með fjármagnshöft í landinu. Efnahagslíf landsins það hafði farið að skríða af stað svona 2013 aftur eftir bankahrunið og þá fyrir við að sjá veruleg batamerki. En það var í raun og veru þetta sem stuðla að því að viðskiptalífið kemst á flug og það verður forsendur fyrir erlendum fjárfestingum í landinu og Íslendingar verða bara svona aftur gjaldgengir í alþjóðlegum viðskiptum og þar fram eftir göttunum. Fjármagnshöftin voru þetta mjög erfið við að eiga. Þú tekur eftir að ég nota orðið fjármagnshöft en ekki gjaldeyrisöft sem var kannski svolítið ólíkt í eins og til dæmis Kínverjar lent í að þeir gátu ekki einu sinni tekið peninga út úr hraðbönkunum á tímabili og þannig að þetta var fyrst og fremst á flutning fjármagns á milli landa, fólk gat fengið gjaldeyrir og annað slíkt. En hann var skammtaður og það er til dæmis, fólk er mjög fljótt að gleyma því að það er ekki meir en 10 ár síðan að ef maður fór til útlanda og fekk skammtaðan gjaldeyri þá bar mann að skila því sem maður ekki notaði að ferðalagi lokk. Jú, það var ætlast til þess. Já. Ég held að það hefði aldrei verið í framkvæmd í raun og veru. Þannig að almenningur var ekki svo mikið að finna fyrir þessu, held ég. Og þegar þarna komið þá verður fólk farið aftur að leyfa sér ferðalög annað slíkt. En þetta var náttúrulega forsenda fyrir svona einhvers konar endurreisn bæði fjármálakerfis landsins og fjármagnsflutningum, forsendum fyrir fjárfestingum og síðan stöðu ríkissjóðs. En það gerist það eftir að þessi samningar eru í höfn þá gerbreytist staðan. Menn sjá allt í einu að ríkissjóður Íslands er bara skuldlítill
og Ísland það eru tækifæri til fjárfestinga hér á landi. Þú nefndir sögn RÚV bókina. RÚV sagði líka tunnu hljóði þegar 10 ár voru liðin frá því að þessir atburðir áttu sér stað. Við fjöllum reyndar þetta. Ég tók viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem var forsætisráðherra á þessum tíma þegar þetta gerðist í spursmálum núna í sumar og við birtum líka fréttir að þessu í blaðinu. Það kristallar kannski ekki síst hvað þetta var hápólitískt mál og það kannski ennþá, menn munu takast á mikilvægi þessar atburða og hvort að þarna hefur verið rétt að málum staðið. Tvímælalaust og hvað bara að segja, þetta var náttúrulega spurningum að vernda og standa vörðum hagsmuni íslenskra borgara, fólks í landinu, hagsmuni ríkisins og annars líka. Menn sáu bara dálítið ólíkum augum hvaða leiðir væru bestar til þess. Við vorum náttúrulega framan á og bæði með Icesave og þetta með leiðir til þess að aflétta fjármagnshöftunum og vorum dálítið bundnir við það að aðildarumsókn að Evrópusambandinu sem var í ferli, menn reyndar komið í þessa furðulegu deilu hvort að henni hefur nokkuð til að lokið, sem nú svona annar handleggur sýnir oft hvað umræðan getur orðið skrítin á Íslandi. En að þá voru menn þeir sem sóttust eftir aðild töldu að það myndi vera lækningin. Bæði Icesave myndi ljúka með aðstoð Evrópusambandsins eða í besta falli aðildarumsóknin gerði okkur kleift að takast á við það og sama má segja afnám haftana, að ef við kæmumst bara inn í Evrópusambandið þá myndi það gerast þannig að Evrópusambandið myndi lána okkur bara mikið af peningum, tryggja okkur, við kæmumst náttúrulega alltaf mjög langur vegur frá því að fara inn í Evrópusambandið og fara inn í myntsamstarfið, menn verða að muna það alltaf. En menn töldu að skjólið fælist í Evrópusambandinu sem slíku og ef að það hefði verið hinn endanlega lausn þá væri Ísland hér, sennilega í dag ennþá skuldum vafið. Ég held að það hefði verið óheyrilega mikið verri niðurstaða. Það sem að gerist í þessu máli og lausnin byggist á við nýtum okkur fullveldið. Ísland, þetta snerist að koma sér í bílstjórasætið í framkvæmd og afnámi fjármagnshafta. Í staðis að bíða eftir, hér voru endalausir aðilar inn í íslensku samfélagi að lobbyast, að ota sínum hagsmunum. Við vorum átt okkur á því að þetta var ótrúlegt ástand. Íslensku bankarnir voru risastórir og þegar falla þá eru slitabúðir gríðarlega stór fyrirtæki og við höfum náttúrulega endurreist bankakerfi til hliðar með samt eigna tengslum við slitabúin á sinn hátt. Og þannig að bankarnir störfuðu alltaf pílut í skugga slitabúana og síðan var náttúrulega eignarhaldið tengt á köflum. Þannig að þetta var mjög erfið staða sem við vorum í og íslenska fjármálakerfi það var ekki nema skuggina sjálfu sér í þessari stöðu. Þannig að ég held að þegar menn áttuðu sig á því að við yrðum bara að beita fullveldinu og fara að horfast í augu við það að við yrðum að leysa úr þessu. Íslensk stjórnvöld yrðu að gera það. Það var ekki hægt að treysta á að aðrir gerðu það fyrir okkur og þar fram til göttunum. Og síðan hinn leiðin, það var nú orðað svolítið að menn höfðu gulrót og kylfu við þetta. Það væri til einhver gulrót, að menn gætu séð ávinning að vinna með stjórnvöldum, en svo væri líka kylfa. Það væri íslensk stjórnvöld hefðu alltaf loka ákvörðun í málinu og gætu beitt þeim meðlum sem þyrftu í ljósi fullveldis þjóðarinnar. En leið og þessar leiði voru þetta í samstarfi og samráði, sérstaklega við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem að fylgdist vel með þessu og endingu bara gaf góð á þær aðgerðir sem var ráðist í. Þannig að við þurftum auðvitað að útskýra þetta líka fyrir alþjóðasamfélaginu og það var svolítið kunstin í þessu að aðgerðin var að njóta lögmætis. Það var ekki hægt að bara gera eitthvað, segja, nú tökum við bara
peningana bara af því við ætlum að gera þetta verður að vera gert með lögmætum hætti. En ef við bökkum aðeins, að því þetta fólk þurfi líka að átta sig á því að ríkisstjórnin sem satt 2009-13, ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Þau boðuðu það að þau ætla að taka á gjaldeyrishöftunum, afnema þau og Seðlabankinn greip til ýmissa aðgerða til að reyna að leysa úr þeim vanda. En þegar maður les bókina þín og skoðar hana í svona tímalínu, þá blasir við að menn mislásu í raun í stöðunum, menn töldu að vandinn væri í raun og veru allt annar en að lokum var. Það var sífellt talað snjóhengjuna sem var í raun og veru bara gjaldeyrir sem var fastur hér inn í landinu, Íslands krónuvandinn eða hvað menn vilja kalla það, en menn höfðu ekki í raun átt að sjá eða höfðu bara ekki lagst í þá greiningarvinnu sem að leiddi í ljós það að staðan var í raun og veru miklu erfiðari, miklu flóknari út af þessu slitabú. Það er hálfrétt og þetta er auðvitað þetta er svona mjög athyglisverð svona þekkingafræðilegt atriði. Við höfum hér Seðlabanka, það var fjármál og eftirlit auðvitað starfandi og mikið af allskins álitsgjöfum og sérfræðingum. Hagstofu og slíkt. Þannig að það er auðvitað merkilegt til þess að hugsa að menn hafi kannski ekki alveg séð hvernig málið var vaxið fyrir svona leið á. Jú, við getum gefið mönnum sko einhver tíma. Þetta er, við bankahrunið var ýmislegt svona sjokkerandi og að mörguleyti fannst óyfirstíganlegir hlutir og það bætti ekki úr skáka ríkisstjórnin sem tók við fór að gera hluti sem hjálpuðu ekkert til við að greiða úr þeirri efnahagsstöðu sem var í landinu. En það var auðvitað mjög mikilvægt að skilja. Sko við höfum auðvitað verið hér í þessum frægu jöklabréfaútgáfu þar sem að við leyfðum mönnum að nýta sér vaxtamunaviðskipti, vextir voru háir á Íslandi, menn kom með pening inn, fengu háa vexti og fóru út og allir hamingjusamir. Og það voru sjálf og sér ekki sérstök viðnám við því. Og svo þegar tjaldið fellur og þá voru mikið af þessum fjármunum læst inni og af alls konar ástæðum. En menn voru svolítið bundin að því að horfa bara á þetta. Og í raun og veru gleymdu lengi vel að horfa á áhrif slitabúana en að föllnu banka inn í kerfi varðandi sko fjármála stöðuleika bara í kerfinu og sem sagt að átta sig á því hvað myndi gerast ef við færum að aflétta fjármálshöftum. Jú, menn gátt sér fyrir sér að það geti gerst í einhverjum þrepum og menn fikruðu sig áfram en það gat líka verið erfið leið. Þannig að það var mjög mikilvægt að ná að skilja og átta sig á hvar fjármunirnir lágu og hvað áhrif þeir hefðu inn í kerfinu öllu. Þannig að sko þessi þekkingafræðilega tómarúm sem var þarna í einhvern tíma, það var hluti af lausninni, það var að átta sig á því. Og það eru bara einstaklingar, starffræðingar, hagfræðingar, verkfræðingar sem að fara að grúska í þessu, fara að senda inn fyrirspurnir á fjármálaráðuneytið, Seðlabankann, Hagstofuna og það kemur að ljósa hver bendir á annan og yfirsýnin, nákvæmlega engin. Það var auðvitað alveg magnað að það var eins og, menn bara kveikti ekki á þessu, horfðu ekki á réttu mælaborðin eða hafðu bara ekki hugmyndaflug í þetta og kannski að einn lærdómurinn af þessu öllu saman er að það er svolítið hugmynd í stjórnmálafræðinni að sko þegar hið pólitíska vald bregst að þá taki embættismennirnir við og beri samfélagið yfir svona óráleika tíma og maður fann það að það var hugmyndin hjá mörgum að það er gerst við bankahrunið að hið pólitíska afl hefði brugðist að einhverju leyti í pólitíska vald og það var meðal hans embættismann að taka við því og maður fannst það lengi örla á því og hluti af þessu sko að takast á við þennan vanda, það var náttúrulega eins og ég var að segja, það var að sjá hvað í honum fólst og að leiða menn að borðinu sem gátu hugsað svona út fyrir kannski embættismenninu auðvitað. Þeir marg ítrekka það, þeir eru bundnir af lögum og reglum og þannig vinna þeir í því umhverfi, þeir eiga að styðja við pólitíska valdið og aðstoða það, en þeir eru ekki beinlínis gefni fyrir frumlega hugsun.
eða hugsa út fyrir boxið eða þar fram til göttunum. Og þetta sáum við til dæmis að sko auðvitað fylgdist maður með þessu. Þegar ég kemur í forsætisráðuneyti haustið 2013, ég náttúrulega á enga ferilinn í stjórnsýslunni, ég hafði bara unnið í blaðamennsku og yfirleitt verið að reyna að herja á stjórnsýsluna eftir upplýsingum og verið með gagnrýni. Þegar ég byrjaði að skrifa fréttir þá vorum við nú að gagnrýna allar þessar stofnanir sem voru að dreifa skattpenningum út allt í misskynsamlegar fjárfestingar, það var nú kannski hægt. En allavega þegar kemur þetta inn að þá til dæmis býður aðgerðir sem að framsóknarmenn höfðu lofað, sem varðaði leiðréttingu, verðtryggðra húsnæðislána, og það leystist með því að það voru fengnir utanaðkomandi aðilar sem voru, ég meina að segja, lánaði skrifstofu mína á tímabili Sigurði Hannesinni, það var eitthvað vesinn, þannig ég sagði, er ekki best bara að nota mína skrifstofu, ég gat verið bara að hlaupa með minn síma. Og það reiknaði sig niður á þessa niðurstöðu? Já, meðal annars, og það voru margir sem voru fengnir af því verki sem að unnu að mjög farsælli niðurstöðu af mínum dómi, sem síðan var náttúrulega gert mikið til þess að tortryggja þá aðgerð. Leiðréttingi var þetta hluta sem pakka, það hefði aldrei verið hægt að ráðast í leiðréttinguna nema vegna þess að menn náðu þessum samningum við kröfuhafana. Talandi frumlega hugsun, það er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þáverandi formaður Framsóknarflokksins, núverandi formaður Miðflokksins, sem að boðar þennan mikla fögnuð í þingkosningunum 2013. Segir að það sé hægt að ná 100 milljarða af þessum slitabúum, það sé eina niðurstaðan til þess að leysa vandann. Og því var nú illa tekið, ekki sísta fyrrnefndu Ríkisútvarpi og öðrum fjölmiðlum. Þórður Snær Júlíusson, þáverandi blaðamaður og mógull á Fréttablaðinu, sagði að Sigmundur Davíð væri óvinur númer 1 Íslenska ríkisins? Já, það er auðvitað furðulegt að rifja það upp, það er umræðu og það er auðvitað mönnum í fersku minnið, ég held að séu klippur af því sko þegar Sigmundur er að ræða við meðal annars Sigmar Guðmundsson og Heiðar fréttastjóra. Heiðar Örn og þeir bara trúa honum ekki og þegar hann er að lýsa sko þeirri aðgerðaáætlun sem hann sá fyrir sér og þannig að hann verður svona fær þess að hann sé bara hálf galinn en auðvitað vinnur hann síðan góðan sigur í kosningunum 2013, meðal annars í ljósi þess að menn sá að margt af því sem hann sagði í Icesave var bara alveg hárrétt. Og það sem menn höfðu á ýmsum stigum vilja fara einhverja samningaleiðir sem hefðu leitt til mjög vondra og erfiðar samninga. Það er í ársbyrjun, svo við rífum það upp, það er í ársbyrjun 2013 sem að Icesave dómurinn fellur í eftirlómstóli. Já, það er í febrúar bara. Janúar eða febrúar. Lok janúar eða byrjun febrúar. Þannig að það er mjög skamt liðið frá því að Íslendingar vinna í raun og veru fullnaðar sigur gagnvart ofurefli Hollendinga og Breta. Já, það kemur í ljós í raun og veru að allar þessar kröfur á hendur Íslendingum höfðu ekkert lögmæti, það var ekkert á bak við það. Íslenska ríki var bara hreinsað af þessum kröfum. Þannig að þetta stóða mjög sterkt og síðan kemur hann með þessar lausnir að horfir fram í tíman að það sé hægt að á þeim tíma það hefur margir fengið sko breytingar og lagfæringar á sínum lánum, meðal annars þeir sem voru gengistryggð lán og ýmis önnur lánaform, en þeir sem voru með verðtryggð húsnæðislán, þessi svokölluðu Íslandslán sem að mjög margir höfðu, þeir hafðu ekki séð neina breytingar og þess vegna var ráðist í það sem að undir þeim formerkjum það væri bara sanngirnisaðgerð. Það var ekkit, sko eins og menn voru að segja, það var ekkit hugsað sem einhver jöfnunaraðgerð eða eitthvað annað, það var bara sanngirnisaðgerð. Þeir sem áttu verðtryggð húsnæðislán yfir einhver tiltekið tímabil, þeir fengu að lækkað það sem að var talið hefði verið óeðlilegt verðbólgu skot inn í lánin sem að þetta fólk hefði ekki getað séð fyrir. Og þegar spurði Sigmundur hvernig þetta fjármagnaði, þá meðal annars vísar hann í að það sé hægt að taka fjármagna af slitabúunum og erlendu kröfuhöfunum. Og það er eitthvað merkilegt að strax þarna haustið 2013 eftir að ríkisstjórnin tekið við, þá kemur í fyrsta skipti að það er lagður skattur á slitabúin. Sem að, sko nú var það þannig að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir, hún skatlaði ansi margt. Meðal annars eknaskatturinn frægi og annað slíkt, en einhverja hluta vegna þá höfðu þeir haft samúð með slitabúan. Og þegar ég man eftir því að Steingrímur J. Sigfússon var nú spurður þetta, sá skattglaði maður,
akkur þeir hefði ekki skattlað slitabúin, sem að þá sagði bara fyrir sig að þetta hefði verið sko ómótaður skattstofn, sem það hefði ekki verið hægt að sjá það fyrir. En því miður þá hafði fréttamaðurinn ekki þekkingu til, það átti ekki við síðustu 1 eða 2 árin. Þannig að það var alveg, vinstri stjórnin hefði geta lagt þennan skatt á ef þú henni hefði viljað. Það var komin mynd á efnahagsreikning. Já. Það var alveg ljóst og enda þegar hann lagður á þessi skattu þá gefur hann strax talsvert mikla peninga. Sem þýddi það bara að fjármálastofnanir í slitameðferð voru láta borga það sama og aðra fjármálastofnanir. Það var ekkert öðruvísi. Bara skatturinn fellur á þá líka í stað þess að sem var með ólíkindum. Hafa þá einhvern veginn undanskild. Þannig að strax þá ríkissjóður byrjar að sækja sér fjármuni til þess að meðal annars að nýta við þessa leiðréttingaaðgerð. En lengi vel voru slitabúin undanþegin mörgum kvöðum sem aðrir voru undir, til dæmis hvað varðaði gjaldeyrishöftin. Það er að segja, ef að búunum hefði verið slitið, þá hefðu þau getað komist út úr gjaldeyrishöftunum óreitt og það þurfti að grípa til í raun enn einnar neyðaraðgerðarinnar á þingi þegar að menn kveikt á perunni að svo geti farið. Já. Og það var ekki alltaf einhugur það og að því leyti þá getum við sagt að menn hafi þó haft gæfu til þess að þoka þessu í rétta farveg, að taka þau undir og lýsa þeir. En auðvitað eftir á, velti maður líka svolítið fyrir sig sko, hvað athyglin var ekki á þessi slitabú. Það var eins og sko, nú voru margir í þjóðfélaginu mjög áhugasamir allskins uppgjör, vildu fá að svona setja allt í þjóðfélaginu til kastljós og það átti að vera svona gagnsæi allt mögulegt og ómögulegt, nema slitabúin. Það var til dæmis, mann finnst auðvitað gengu kröfurnar, kaupum og sölum og erfitt að halda kannski utan hver var eigandi að kröfum inn í slitabúin. Maður hefði samt þótt það eðlilegt og hefði hjálpað til seinna, en menn hefði reynt að halda eitthvað utan það. Fjármálaeftirlitið, Seðlabankinn og verið bara í stað þess að eins og Seðlabanki fer í að reisa sko risavaxið gjaldeyriseftirlit sem snýst að elta Íslendinga út af öllu og engu og síðan kom við ljósa refsiheimildir skorti og þetta var bara fjaskó. Allt í rugli. Bara fjaskó, við erum bara að segjast eins og að skildu ekki þá frekar hafa geta einbeitt sér að því að reyna að safna gögnum og upplýsingum og hafi verið svona eitthvað svona gagnsæi gagnvart þessum félögum og ég líka pínlítið hissa á að fjölmiðlarnir voru rosalega lítið áhugasamir þetta að sko það hefði kannski verið bót í málið Þorsteinn Már hefði átt eitthvað af þessum kröfum, þá hefði kannski sýnt þessu meiri áhuga. Þetta voru þetta andlitslausir menn ekkert endilega. Þetta, og við sáum, það var reyndar einn blaðamaður sem að ég hrósa nú í bókinni, félagi okkar, Hörður Ægisson, sem að fylgdist bara mjög vel með þessu og ég held ég geti alveg upplýst það að fyrst þegar, því ég hef nú góð tengsl við útgefanda AB og ég hafði svona hálf beðist undan því að skrifa þessa bók af því að þið vissi að hún var þetta mikið smáatriða bók og hún var ekki auðveld í samningu og það var ekki hátt tímakaup við hana, skal ég segja þér. Þannig ég var svona hálf að beðast og var alltaf að segja, Hörður ætti nú að skrifa þessa bók. Hann kann þetta allt miklu betur og vann þetta vel en hann svona, það hentaði ekki hans svona tímalínu þannig að ég satt uppi með Svartapétur og skrifaði þessa bók sem að ég bara ánægði með og finnst að sé mikilvæg sko dokumentasjón á þessu, auðvitað menn geta haft skoðanir á hinn og þessu í það má fylla upp í myndina en það er gott að hafa þetta einu stað því að það fennir fljótt yfir, fólk gleymir fljótt til dæmis þessum hrækamarsjóðum sem voru hér yfir og allt kring tiltölulega fáir aðilar sem voru orðnir mjög áhrifamiklir og stórir og farnir að beita sér inn í stjórnkerfinu íslenska. Forvitnilegt er meðal annars að sjá þegar þú ræðir í lok bókarinnar uppgerð og hvernig þessi sjóðir komu út úr þessu, þeir auðvitað langflestir græddu á tá og fingri en sínum mest græddu þó þeir sem höfðu vitað því að selja meðan Jóhannustjórnin
var hér enn, því að þá trúðu menn því að það væri hægt að ná gríðarlega hagfelldum samningum gegn Íslenska ríkinu. Já. Kröfurnar lækkuðu þegar ríkisstjórn Sigmundar Davíðs verðmætið þeirra lækkaði, menn sáu að það yrði við erfiðari aðilega. Þannig að sko markaðurinn lagði það verðmætt á það strax. En eins og ég var að segja sko, og ég auðvitað fer aðeins yfir það, að það var auðvitað sérkennilegt ástand svona í þjóðfélaginu með þeir gríðarlegi fjármunir og þeir sem voru auðvitað að reka þessi slitabú. Við munum strax eftir hrun, þá segi Jóhanna Sigurðardóttir, á enginn að við hafa hærri laun en forsætisráðherra. Það átti að vera kríterían, við ætluðum svona fara alveg bara aftur í svona eitthvað últra jafnaðar ástand í þjóðfélaginu. Þá supu svæfingarlæknarnir á Landspítalanum hveljur. Já, og margir fleiri. Já, þetta sá menn að þetta var kannski ekki mjög raunhæft, en þetta voru einhvers konar pólitísk skilaboð sem hún var að senda út þarna. En auðvitað síðan gerist það smá saman að þetta verður svolítið svona fat cats rekstur í kringum þessi slitabú og endingu eins og ég rek nú aðeins í bókinni, þá fer það auðvitað að hafa áhrif á vilja þeirra til þess að ljúka málinu. Menn auðvitað höfðu gríðarlegar tekjur af þessu slitabúum. Og þetta eru íslenski lögfræðingar, endurskoðendur sem að sátu þarna að þessum kjötkötlum. Ekki hægt að slá því föstu að það séu tugir manna í íslensku samfélagi sem að séu stór auðugir í dag fyrir að hafa valist til þessara verka? Ég þekki nú enn ýmsa sem voru í fjármálakerfinu hér á sínum tíma fyrir bankarunum. Þeir segja, já, við vorum með ágætt laun hérna fram að hruninu, en þeir sem komu eftir okkur og voru í þrotabúunum, þeir fengu stóru peningana. Einhverjir lýstuðu nú bara þannig að það verið inn í slitabúinu hefði bara verið eins og það vinna í lottóun hver einustu mánaðamót þegar greiddur var launatekkin. Já, Íslendingarnir þarna í framkvæmdahópnum, þeir til þess að fá fulltrúa erlendu kröfuhafana til að skilja svona í hlutföllin í íslenska hagkerfinu, þá drógu þeir einmitt upp vinnistöluna í lottóinu og sagði þetta eru launagreiðsluna til slitabúana og svona þá skildu menn í hlutfallinu vegna þess að þetta voru menn sem voru vanir háu tímakaupi stórmörkuðum eins og London og New York, þar sem að þú kaupir sérfræðið aðstoðið þekkingu og þá þarf það að borga fyrir hana verulegar upphæðir. Þannig að menn voru svona að reyna ná einhverju jarðsambandi með þetta. En í heildarsamhengi hlutana kannski voru þetta ekki svo háar upphæðir þegar varum við að horfa á heildarumfangið á búunum sem slíkum? Kannski ekki. Samt, ég held ég nefnið það nú einhvers staðar að það voru gerðir útreikningar að þetta voru 140 milljarðar að þá virði sem voru greiddir í kostnað við uppgjör og slitabúinu, 140 milljarðar þá, sett fyrir 10 árum. Þannig að þetta voru háar upphæðir. Hvernig sem á það er litið. Já, við getum sagt, íslenski lögfræðingar, þeir nutu þess eða þeir sem voru að vinna þannig í kringu það sem að getur verið ásættanlegt fyrir marga. En ég líka mér fannst það líka merkilegt að hvað Íslendingar voru svolítið bláeyði fyrir því hvað lobbyismin var gríðarlegur í kringum þetta. Sérstaklega því á tímabili þá voru menn eitthvað vildu fara, ég man ekki hvort það var fyrir eða eftir þetta, svona að ná meira utan lobbyisma í þjóðfélaginu. Það var ekki uppstytt af því að Einar Guðfinnsson fyrir til forseti Alþingis, hann fyrir einhverju misseru seinna að vinna fyrir laxeldið og það, hvað er í gangi þarna? Og menn, þegar menn voru að velta fyrir sér þessu lobbyisma, þá fannst manni spaugileg, þá voru eins og þeir væri með hugan við það, hver var að sinna íslensku sauðkindinni eða eitthvað. Það væru viðmiðin á meðan við vorum með þetta í gangi, sem voru sannarlega, þetta skipti rosalegu máli að hafa aðganga mönnum í stjórnsýslu eða pólitíkinni í kringu þetta. Þetta voru mjög vel tengdir menn. Einar Karl Haraldsson, mjög djúpt tengdur inn í Samfylkinguna, fór mikinn svo að dæmi sér tekið. Já, hann var mjög duglegur að gefa út upplýsingaritt, vann við það og sendi það á kröfuhafana. Ég vitna alloft í það. Mér fannst það oft góð tenging við hvernig umræðan var, vegna þess eins og hann endurvarpaði því
til kröfuhafana, sko, meðal annars þeim miklu fagnaðarópum sem að birtist í því þegar Már Guðmundsson var endurráður sem seðlabankastjóri, að það endurspeglaðist þá í bréfinu, eða í þessu fréttabréfi hans. En þetta, já, ég var pínlítið hissa þegar ég hafði þetta pata að þessu og ég man að við vorum einhvern tímann ætluðum að fá einhverja aðstoð PR-stofu í einhverju verkefni í forsætisráðuneytinu og vildum helst ekki að hún var að vinna þá fyrir kröfuhafanaleiðinni. Það gerði það verkum og það var dálítið erfitt, sko, að finna þá. Allar að vinna meira og minna í einhverju tilliti? Það virtist vera, já. Sigmundur Davíð hefur nú upplýst það að menn hafi reynt að bera á fé og hótunum og draga hann á leynifundi í fjallakofum þar sem ekki var símasamband og annað í þetta. Já, ég er með frásögn einmitt af þessu og rek nokkuð tilvík þetta og þetta var náttúrulega óvenjulegt en þetta ég held að Íslendingar séu pínlítið bláiðir fyrir þessu og þetta er ekki hægt. Lobbyismi ég get alveg sagt það, ég fór allavega einu sinni með Sigmundi á fund, sko, erlend sendiherra og og það var dálítið merkilegt að upplifa það, hvernig þar var svona mjög diplomatískt allt saman en það var verið að beina, Sigmundi var mjög meðvitaður hvað var í gangi, við fórum þetta bara fyrir kurteisissakir. En það var verið að reyna að hafa veruleg áhrif á forsætisráðherra Íslands. Og í þessum efnum? Já, í svona að styðja við ákvarðanir sem einhverju aðrir voru þá að hafa áhrif á sendiherrann með hagsmuni síns í huga. Við erum alltaf í, sko, hagsmunabaráttu. Það allir í hagsmunabaráttu. Ég skil ekki alveg að því að nú Evrópusambandið enn á ný komið til umræðu, halda menn að Evrópusambandið sé ekki í hagsmunabaráttu. Það var að það sé eitthvað svona stýrist af einhverju aðri góðvild. Nú það viðurkennt að stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hélt mjög illa á hagsmunum Íslands í Icesave-málunum og þar var tilraun gerð marg ítrekað til þess að beygja íslenskan almenning undir drápsklyfjar þeirra samninga. Hið sama má segja afnám haftana að það var sífellt heyrðust úrtöluraddir úr sömu átt að það væri ekki hægt að ganga lengra, við yrðum að greiða þetta, það voru hvattir til samtalsprófessorar í siðfræði bæði við Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands að okkur bæri siðferðisleg krafa til þess að bera þessa byrðar í raun bara sem eitt allsherjar siðferðisnámskeið fyrir þjóðina sem hefði runnið á bananahýðinu í hruninu. Erum við að þínum mati að upplifa svipaða tíma núna þegar að stjórnarherrarnir hér heima virðast leggjast flatir fyrir kröfum Evrópusambandsins tolla á útflutningsvörur og annað í þeim dúr? Ég veit það ekki Einar, Stefán, sko, mér eftir að hafa fylgst og skrifa þessa bækur og fara í gegnum þetta þá þykir mér orðið mjög vænt fullveldið. Og mér finnst alveg allt í lagi að Íslendingar, sko, við auðvitað við að vera í samstarfi og ég held að við tökum flestundir það að við erum Evrópusinnar að því leiti að ég fer yfirleitt öll í ferðalögu til landa í Evrópu en ég fer til Ítalíu, ég fer til Portúgal, ég er ekki að heimsækja Evrópusambandið. Þannig að við erum Evrópusinnar en við erum kannski ekki endilega Evrópusambandssinnar. Þú talar ekki evrópsku? Nei, ég held að það var ekki síðasta tilraun Esperanto, ég held að svo tilraun sem var ágæt að einhverju leyti en hún kannski á ekki mikil velgengni að fagna, sko. Ég held að, eins og segi, sko, að Íslendingar mættu stundum aðeins að taka svona upp umræðum gildi fullveldisins, þess samfélags sem við erum að reyna að varðveita hér undir þessu fullveldi, hvað við erum hvar, sko, það bjátar ýmislegt á hér, ýmislegt sem við þurfum að takast á við og stundum finnst mér eins og við séum oft tilbúin að búa til nýjar áskorunum, ný vandamál því að við höfum alveg, sko, heimilið fullt af áskorunum, hlutum sem við þurfum að takast á við. Þannig að við þurfum ekki endilega að kalla yfir okkur vandamál eða áskoranir. Og hvað felst í þessu að fara aftur í þessar viðræður sem maður náttúrulega mjög furðulegt að þessu umræðum að umsóknin sé
hafi verið alltaf gild og hvað þýðir það að sé hægt að hefja þá viðræðurnar eins og þeim lauk fyrir 13 árum síðan, bara á sama punkti, menn bara byrja svona, hvaða kafla voru við búin að opna hérna, var þessi kafli búinn eða á að byrja þar? Ísland var tekið að lista yfir umsóknaríki 2015, fyrir 10 árum síðan. Ég bara velti við, akkur þessi umræða? Hvað ætla menn að ná fram með því? Hver tilgangur? Ég meina, það til þess að hraða ferlinu? Já, ég meina, ríkisstjórnin búin að boða að hún ætli að leggja einhvers konar spurningu fyrir þjóðina. Ég meina, Flokkur fólksins samþykkti það þó að hann sé á móti því að ganga inn í Evrópusambandið. Við erum með sama sömu stöðu eins og þegar Jóhanna Gnýr, Steingrim og Vinstri græna til þess að koma með sér í ferðalagið. Það þurfti nú ekki mikið til. Ég veit það ekki, það var þeim rosalega erfitt. Og þá hefst villikatta smölunin og ég meina það var nokkrir félagsmenn í VG skrifa bækur þetta ástand, hvernig þeim leið undir því ástandi. Ég veit nú ekki hvort að menn í Flokki fólksins séu líklega til þess að skrifa bækur eftir á þetta, en allavega þeir hafa gefið út og þeir hafa engan áhuga á því að fara í þetta ferli. Og ég held að fyrir ekki að stoppa við það, mér finnst að svona, eins og ég sagði áðan að maður svona kann betur að meta fullveldi eftir að hafa farið í gegnum þessar umræður, að það enginn sem hefur verið að ræða það býtu hverju núna, hvað er það sem knýr á það, hvað er það sem við ætlum að fá fram með þessu að fara í þessa viðræður og eru nýjar skýrslur, það er verið að vitna í einhverjar gamla skýrslur sem ekki voru einu sinni gefnar út, sem eiga allt í að hafa einhvern relevans í umræðinni, alveg furðulegt. En það eru engar nýjar greiningar að skýrslur verið lagðar fram akkur við ættum að fara inn í þetta ferli. Jú, samkvæmt stjórnarsáttmálunum þá er talað að það sé í síðasta lagi 2027 sem að verði þessari þjóðaratkvæðagreiðslu verði skellt á þjóðina. Og þá ætti þá ekki ríkisstjórnina, hún að vísu búin að búa til eina nefnd með einhverjum útlendingum sem að skila einhverjum. Við höfum ekki séð neitt frá þeirri nefnd enda. Það varðar gjaldeyrismálin. Já, meðal annars. En það er nú eitt að fara inn í Evrópusambandi. Við erum óravegu frá því að fara inn í gjaldmiðlasamband. Og ég segi stundum forseta fyrir því að nú að uppfylla Maastricht-skilyrðin. Ég held að það sé ekkert að því að uppfylla þau. Og þau eru forsenda þess að geta tekið evru? Já, hugsanlega væri þannig að við bara einsættu okkur að uppfylla Maastricht-skilyrðin bara sem fullvalda þjóð, það er ekkert að því, þetta er bara heilbrigð markmið í varðandi rekstur þjóðarbúsins, að ef við næðum að uppfylla þau, myndi þá ekki bara hreinlega áhugin á að ganga inn hverfa, því að þá værum við búin að ná því markmið okkar. En auðvitað erum við komnir í þetta ástand aftur að innganga í Evrópusambandi eigi þá að leysa þau vandamál sem eru upp á borðinu í íslensku samfélagi með einum öðrum hætti. Ég veit það ekki, ég meina... Rétt eins og afnám haftan átt að gera. Það má kannski segja að þessi bók sé fyrst og fremst saga af sjálfsákvörðunarrétti þjóðar og það er fyrirbæri sem að Íslendingar þurfa að velta fyrir sér, geri ég ráð fyrir á allra næstu mánuðum og misserum. Já, við getum kallað þetta svona ákveðna case study, ef við slettum. Á góður íslensku. Já, að við svona greindum ákveðið tímabil, ákveðið ferli og menn með að hafa eðlilega sína skoðanir á því hvernig það er greint í þessari bók. Ég reyndi að gera það eftir bestu vitneskju og vísa eins og ég geti í þær heimildir sem ég handbærar. En hvað er það? Ég meina, eins og ég sagði áðan, mín niðurstaða er að við höfum þá gæfu til þess að taka skynsamleg og rétt skref og undir þeim formerkjum að við Íslendingar, við berum ábyrgð á okkur sjálf og við ráðum sjálf hver örlög okkar eru. Við að lokum þá urðu kröfuhafarnir að skilja það að þeir var að eiga við fullvalda þjóð, hún var með lögmætt sjónarmið uppi og lögmætt skilyrði, stöðuleika skilyrðin, þau nutu lögmættis, það var viðurkennt. Menn voru ekki ánægðir með þetta. Bakvið lúrði einhvers konar krafi að setja þetta allt í gjaldþrot og setja stöðuleika skatt. Það var kylfan. Það var kylfan, en það þurfti aldrei að beita henni.
og stöðuleika skilyrðin, þetta var fullkomlega lögmæt aðgerð sem stóðust allar skoðun þegar þessi menn hefðu örugglega farið í mál eða hefðu talið sér ávinning í því. Gulrótin sem Sigmundur Davíð veifaði framan í þá var nógu stór. Já, og sannarlega, og þetta leystist, ég meina, við erum enn að sjá sko niðurstöður að þessu, ég meina, það hafa verið að selja Íslandsbanka, hann farin úr eigu ríkisins, hann datt eins og fullþroskaður ávöxtur inn í ríkissjóð, þeir voru ekki glaðir, þeir heldur þeir væru kröfuhafarnir í Glitni, þeir heldur þeir væru búin að uppfylla þetta skilyrði, þeir hefum bara sagt, þetta gengur ekki. Við þurfum 185 milljarða í viðbót. Það bara, skilyrðin segja hérna, og þeir verður bara að taka þessu, þeir voru náttúrulega æfir, en ríkissjóður, hann tekur þá bara Íslandsbanka til sín og ég held að ég hafi séð þá tölu að með hérna arðgreiðslum og söluandvirði þá sé hann búinn að skila 380 milljörðum með einhverju slíkri upphæð í ríkissjóð. Tæpum 400 milljörðum. Já, tæpum 400 milljörðum. Og þessar upphæði sem var giska á að myndu skila ríkissjóðu kannski alltaf 600 milljörðum, ég held að séu orðan verulega miklu herri. Það mætti jafnvel einhver taka sig til og hérna skrifa nú, það voru nú ýmis svona kannski svona bú sem var kannski erfitt að sjá inn í, Lindakvoll og Eignarhaldsfélag Seðlabankans, það var nú svolítið erfitt stundum að átta að sjá því hvað það var í gangi, en það mætti einhver taka sig til og uppreikna hvað þetta skilaði við upp að staði. Hvað þar var. Sigurður Már, þessi bók var þarft verk og gott og þess vegna var líka full ástæða til að taka bókina fyrir á vettvangi bókaklúbbs Spursmála. Þakka kærlega fyrir ritun hennar og að gefa tíma til að setja sér niður með mér og ræða efni hennar. Ég þakka fyrir mig.